Þá komið þið sæl og blessuð. Einar Sveinbjörnsson ykkur og mér að góðu kunnur. Hann veðurfræðingur. Hann kominn hingað að rauða borðinu. Ég hef áður spjallað við Halldór Björnsson, veðurfræðing á Veðurstofun og Stefán Jón Hafstein sem gaf út bók Heimurinn eins og hann svona veður, loftslag, umhverfismál í víðri mynd og Einar hefur góða þekkingu á þessum málum. Vertu velkomin til okkar, Einar. Já, takk. Sko, ég hef nú nefnt það við þig að það var hérna fyrir nokkrum árum þegar þú varst að flytja veðurfréttir. Þá varstu á Ríkisútvarpinu held ég, þá varstu eitthvað að fjalla eitthvað gæti nú verið tengt hlýnun af manna völdum og hérna mann svona heila bara brá í brún á þeim tíma þá voru svona þeir sem voru að starfa hjá Ríkisútvarpinu, þeir voru kannski ekki veðurfræðingar að leggja mat á það. En nú eru breyttir tímar og manni svona sýnist eins og að andstaðan, hvað maður segja, styrkur afneitunar sinna hans í minni í umræðinni þegar kemur að öllum þessum breytingum sem fylgjast hnattrænni hlýnun og öllum þessum umhverfisbreytingum sem eru í gangi. Er það rétt með því á mér? Já, þetta var það sem þetta að vísa til, þetta var nýjárspistill í veðurfræðingu Ríkisútvarpsins í, ætlaði ekki verið 2016, eitthvað svolítið. Það ekki lengra síðan. Nei. Og hérna, þá voru nú loftslagsmál komin alveg undir radarinn, Þetta var eftir að Parísarsamkomulagið gekk í gegn, og hérna, en það, eins og segi það voru ýmsum sem brá. Ég hugsaði þannig, að á nýjársdag þá talar forsetinn og það talar biskupinn talar og forsætisráðherrann á gamlárskvöld, þannig að veðurfréttamaður verður líka að vera með einhvern boðskap. Sem að mér fannst mjög gott hjá þér. Þetta var svolítið svona byltingakennt og nýtt, en þú fékkst ekkert mjög jákvæð viðbrögð, var það? Já, hjá sömum, ég var nú aðeins að nýta í kínversku þjóðina eða háttalag Kínverja sem voru þá á fullu að auka við brennslu á lífrænu eldsneyti, sérstaklega kolum. Einmitt. Já, þeir hafa nú það er nú heldur betur tekið á hlutum og ef það er einhverjir sem að geta sett í gang áætlanir til þess að breyta einhverju í samfélaginu, þá er það Kínverjar, því að það hlýða allir. En það sem að mér fannst nefnir svo gott við þennan pistil þinn og við þessa brýningu þína var að maður áttaði sig á því að allt er pólitískt, allt er varðar umhverfi okkar heims, umhverfismál, mengun og allt þetta. Þetta er allt saman pólitískar ákvarðanir. Já, allt saman, og það hafa líka allt sem þú gerir, eða flest af því sem þú gerir, það hefur áhrif á daglegt líf fólks, efnahag og fleira í þeim dúr, og það er ekkit auðvelt að koma því inn hjá fólki, hvorki fólki fyrirtækjum, stórfyrirtækjum eða ríkisstjórnum, að menn þurfi að gera einhverja breytingar í sínu háttalagi til þess að ná fram markmiðum sínum. Það er stundum talað svona annað alþjóðlegt verkefni á sviðum umhverfismála sem gekk vel og það var þetta svokallaða Montreal samkomulag sem einhvern veginn frá 9. áratug síðustu aldar sem að gekk út á það að draga úr notkun ósoneyðandi efna. Já. Og það í raun og veru var aðgerð sem að heppnaðist mjög vel. Já. Vegna þess að hún kom ekki einhvern veginn við pingjuna á okkur. Þetta var svona meira gekk meira út á það að fá stóru fyrirtækin til þess að breyta bara aðferð, breyta efni. Til upprifjunar fyrir ungt fólk, til dæmis ískápar, fristi og kælitæki, efnið freon var það ekki? Já, efnið freon, þetta var svona að miklu leyti í stórum kælikerfum, í skipum og stórum fristigeymslum og reyndar víðar. Þetta kom auðvitað almenningi líka við, þetta var bara í spraybrúsum og í ískápum heimilisins. Og þetta gerði gat á óson? Já, þetta er raun og veru eitt ósonlæginu eða ósoni minnkaði, þannig að komst meiri hluti að útfjólubari geislum, sterkari geislum sem að voru ógn og eru ógn við lífríki jarðar og menn sáu þetta ósongatið á mínum námsárum, þá var ósongatið mjög mikið í fréttum og mönnum tókst svona með ágætismóti að stoppa upp í þetta ósongat með samkomulagi þjóðana og undirritun samkomulags undir hatti Sameinuðu þjóðanna
og ástæðan fyrir þetta, eins og ég segði, að þetta gekk vel var að menn þurftu ekki að leggja mjög mikið á sig sko gagnvart fyrirtækjum landanna eða samfélaginu í heild sinni. Þetta var svona þegar uppvarstaði var svona tiltölulega einföld aðgerð samanborið við það sem þarf að gera í loftslagsmálunum. Já, nú eru bara heilu hagkerfin þau hrynja ef í rauninni þarf að gera það sem að þyrfti að gera hratt og markvisst og það náttúrulega er stór ástæða á þessari tregðu og afneitun að við erum með kerfi sem eru ósjálfbær, þau ganga út á skaðlega hegðun fyrir framtíð mannkyns og jarðar en hérna ef þú ætlar að bregðast við því 1, 2 og 3 þá ert að stofna þinni fjárhagslegu skammtíma velferð í hættu, ekki satt? Já, við getum líka snúið þessu við og sagt svo ef við gerum ekki neitt, ef við látum þetta bera yfir okkur ganga þá er það líka mikil ógn við tilvist okkar, tilvist mannkyns og tilvist og efnahagslega tilvist. Ég ætla ekki að vera svartsýnn og spá einhverjum aldauða, öðru nær sko. Nei. En í sjálfu sér það sem er sko erfiðast í þessu er að sko efnahagsleg velferð, hún byggir að verulega leyti á orkunotkun. Það sem þú hefur aðgang að ódýrri og auðfáanlegri orku, að þar getur þú byggt upp efnahagslega velsæld, svona hvað við að segja vestrænan efnahag eins og stundum er kallaður. Og í sjálfu sér er ódýrasta formið af þessari orku, við Íslendingar erum heppin að því leytinu til að við eigum bæði kosta á ódýri vatnsaflsorku og tala ekki jarðvarman, en í öðrum ríkjum þá er þetta snýst voðalega mikið jarðefnaeldsneyti, þar að segja olíu, gas og kol. Þessa gríðarlegu losun? Í þessa gríðarlegu losun sem verður af þeirri brennslu og eykur koltvísýringi í lofthjúpnum. Og og það þetta sko þegar jafnvel ríkisolíufélög Sátana eða Norðmannana eða við getum bara eða Venezuela, færi bara hvar sem í heiminum þegar þau geta unnið orkuna fyrir einhverja $10-20 á tunnuna og selt síðan á 70-80 og segir það manni sko hagnaðarvonin er gríðarlega mikil og þú byggir velsæld heilu ríkjana á þessu. Og það er sko ef þú talar við sagnfræðinga sem hafa kynnt sér hagsögu síðustu 150 ára þá fer velsældin eða hagsældin að hún eykst í kraft við orkunotkun sko, og aðgengi þessar orku og þetta er sko stóra verkefni, það er að við færum okkur úr þessu jarðefnaeldsneyti og yfir í það sem við getum kallað endurnýjanlega orkugjafa án þess að endilega sko bitni verulega á efnahagslegum gæðum okkar. Sumir auðvitað líta á þetta öðruvísi og segja það að halda því fram að við mennirnir erum vondir og við eigum að lemja okkur með rís og við eigum að draga úr eða minnka okkar lífsgæði jörðinni til handa, getum við sagt. En svo aðrir sem segja það að við eigum að ná þessu markmiði. Þetta verði einhverja breytingar en án þess að þeir fylgi einhver verulegur sársauki fyrir svona mannkynið allt saman í heild sinni sko. En það er erfitt sko hugsunarhátturinn er kannski erfiðastur að breyta honum og að koma mönnum frá því að vera ykkur sem við höfum vanið síðustu 30-40 árin og yfir í eitthvað annað sem er handað á hóðnum. Sko eins og ég hef skilið þetta þá erum við á brún hyldýpisins. Þessi hækkun á hitastigi sem var talað að mætti ekki verða meir en 1,5 gráður, hún er orðin að veruleika. Það er kannski ekki endalega búið að stimpla það og gefa það út af hálfu vísindasamfélaginu en það eru samt eiginlega allir sammála að við erum búin að ná þessum mörkum og sennilega mun halda áfram að hlýna. Þú hefur verið að tala og skrifa á Facebook og þinni vefsíðu, þinni fyrirtæki, öll þessi veðurofsamet sem eru hér að falla út allt. Það er ýmislegt sem bendir til þess að úrkomu ákefð hér innanlands sé mögulega ein afurð þessara loftslagsbreytinga. Held ég, og þú kannski leiðréttir mig með það, en sko við erum sem sagt stödd á mjög krítiskum punkti.
hver hrædd eigum við að vera og sko ert þú í liði með þeim sem að telja líklegt að það kólni hér á Íslandi á næstu árum þrátt fyrir það að svona mjög stór hluti heimsins sé að stikna? Sko, þú ert bara að nefna mjög mörg atriði og það er ekki að svara þessu öll saman. Einhverju hluta? Já, og en sko, við höfum ekki vera hrædd, ég held að það sé alveg, við höfum ekki að láta þetta verkefni hræða úr okkur líftóruna eins og sumir vilja láta, eins og ég segi stundum það er betra að fræða en hræða. En og ég heldur ekki, sko, þó að það komi sko við vorum með ár núna 2023 og sennilega 2024 líka sem að eru það sem við nálgumst þessi mörg 1,5 gráður hlýnun með 1850 til 1900 sem er svona einhver varða sem að alþjóðasamfélagið hefur sett sér. Látum aðeins tímann líða og sjá hvort að við séum ekki hvort að hlutirnir, sko, það eru sveiflur í þessu, við erum nýbúin að ganga gegnum El Niño ár og þó að það sem sagt, við fáum ekki jafn hlý ár kannski næstu 23, ég veit ekki það, þá þýðir það ekki að það sé loftslagsbreytingar í einhverju pásu. Málið er það að veðurfarsbreytingarnar þetta er langtíma fyrirbæri og það þýðir ekkert að vera að skoða eitthvað eitt hitamet eða eitthvað eitt ár eða jafnvel einn mánuð eins og reyndar Alþjóðaveðurfræðistofnun og Sameinuðu þjóðirnar eru dálítið í. Heldur verðum við að horfa á þetta á áratugavís. Og ég segi stundum, sko, að loftslagsbreytingarnar það koma kannski fram á einni mannsævi og við skynjum það ekki á eigin skynni. Sumir telja sig og gera það gangi hraðar yfir eins og til dæmis á norðurhjaranum, það er þessi umhverfisnorðurskautið og svona á einhverjum ákveðnum blettum í heiminum. En við hér á Íslandi eigum erfiðara með þetta vegna þess eins og þú nefnir að hlýnunin hér, hún er kannski ekki endilega í takt við það sem er að gerast annar staðar í heiminum eða svona mörgum öðrum stöðum í heiminum. Ég fæl ekki hvorki Evrópu eða meginlandi Evrópu né í Norður-Ameríku ef við horfum á svæði sem eru okkur nærtæk og við getum kannski komið að betra því á eftir. En sko hins vegar bregður okkur auðvitað alltaf við þegar við sjáum einhvern fáránlegan hita eða einhver hitamet, eldgömul hitamet falla og það er svona hálfgert stoppmerki, sko, fyrir okkur. En svo þegar að hitin fór yfir 40 gráður í fyrsta sinn á Bretlandseyjum, þetta hafi verið fyrir 2 sumurum síðan og hafi ekki gerst þó búið að mæla þar mjög lengi með langa mælisögu. Og í sumar að þá hafa borist fregnir á, sko, ítrekkað að hita yfir 50 stigum og svona eitt og annað í kringum þetta svona fær mann til þess að bregða við en svo er annað, sko, ég hef ekki verið talsmaður þess að rjúka upp til hand og segja upp til hand og fóta og segja þegar eitthvað gerir sem er óunnilegt að það sé alltaf loftslagsbreytingum að kenna. Við þurfum að láta tímann aðeins líða og vega að meta það sem er í gangi og kanna það hvort að sko þetta getur verið hluti af þeim mjög mikla breytileika sem er bara í veðrinu frá degi til dags, viku til viku, mánaðar til mánaðar, árið frá ári til árs og við þekkjum það bara mjög vel hér á Íslandi að veðrið eins og það var á síðast ári hefur ekkert forspárgildi fyrir veðrið á þessu ári vegna þess að það er svo mikil breytileiki til staðar. En þegar við erum búin að sía út allan hennar breytileika, að taka út allt suðið og smásveiflurnar, að þá getum við farið að skoða loftslagsbreytingar og kannski ágætt að nefna það hér til sögunar að sko hér við norðanvert Atlantshafa þá erum við með í bakgrunni sveiflu, svokallaða AMO sveiflu sem er einhver andardráttur í hafstraumánum bæði fyrir norðan okkur og sunnan okkur og svona í stuttumáli sagt og það þýðir það að á 70 ára, það bil 70 ára fresti þá gengur yfir, sko, skeið með tiltölulega með nokkuð mörgum hlýjum árum í röð og svo kemur á móti aftur annað sem er kaldara
og þetta svona svo vegasalt, hægfara vegasalt sko, og stjórnað af hafstraumum og það alveg búið að sýna fram á það. Núna síðustu árin að þá höfum við verið í uppsveiflu, þá segja árunum frá aldamótum eða rétt fyrir aldamót, þá höfum við verið í uppsveiflu í þessari sveiflu eftir að næstu 30 ár þar á undan cirka voru köld. Og þetta sko, ef við tökum bara línuna þessari öld sko, þá hún ekki öll vegna loftslagsbreytinga, hún vegna þessara sveiflu og ef við gefum okkur það að við séum búin að ná toppi sveiflunar og það hefur verið hérna 2015 til 2017 sem ég veit ekki það getur vel orðið eftir að koma seinna þó að hafi aðeins slegið í bakseglin núna allra síðustu árin þá sem sagt þessi toppur að hann svona hálfri gráðu lýrri en sá sem að var á stríðsárunum, síðastu toppur kringu 1940, 30 og 30, 50, 45 eitthvað svoleiðis. Og það gæti þá verið þessi hérna loftslagslínun og við þekkjum það bara hér á landi að eitt af því sem að hefur haft hvað mest áhrif á það að hér hefur línað, það verður á 19. öldinni línaði 0,8 gráður, það var leitt inn í Stykkishólmshitanu 0,8 gráður á öldinni og aftur 0,8 gráður á 20. öldinni. Að það það sko að hafísinn fyrir Norðurland, hann hefur hörfað, hann hefur minnkað og hann við getum sagt sko að því við vitum alveg hvað hitaveita sko, þá getum við sagt að hafísinn hafi verið kuldaveitan og það mjög auðvelt að sýna fram á það að norðanáttin ekki jafn köld þessa áratugina og var hérna áður fyrir ég tala ekki á 19. öldinni sko og það bara vegna þess að hafísinn hefur minnkað og hörfað og það líka hluti af annari lengri sveiflu sem að við þekkjum aðeins til en kannski minna allavega um orsakirnar og það þessi svo kallar litla ísöld sem varði í 7 aldir sko. Og hérna þannig að við erum að rétta okkur af, við erum enn að rétta okkur af eftir að henni lauk hér aldamótin 1900, það bara tiltölulega stutt síðan að til dæmis að jöklar voru í hámarksstærð frá lokum síðustu ísaldar svona fyrir 12-13.000 árum eitthvað svoleiðis. Það bara þegar að langáfur voru uppi sko. Þú ert að segja að þessi svona ofur einföldun þegar umræða dags í dag snýst öll samband loftslagsbreytinga og veðurs. Já, það má fleiri kerfi. Já, það má segja það. Ef við horfum bara til dæmis á alveg nýliðin atburð sem að hefur verið í fréttum undanfarna daga, flóð í Mið-Evrópu og þau hafa verið fordæma lítil sumstaðar og við þekkjum það að í Mið-Evrópu að þar stendur búseta mjög föstum fótum margar aldir aftur í tíma. Það eru byggingar mörg hundruð ára gamlar sem standa fram á einhverjum árbökkum. Já, menn hafa ekki kallað til einna nætur. Nei, og þarna hafa menn sko langa sögu einhverja svona hluti sko. En enga síður þá var úrkoman, hún var mjög mikil, hefur verið mjög mikil, þarna sérstaklega í Tékklandi og hlutum Austurríkis og síðust í Pólandi og svo þarf þetta vatn að renna í burtu, þetta inn í miðri Evrópu og það eru langar vatnaleiðir til sjávar eftir þessum stórfljótum, Saxelvu og Dóna og hvað heita þarna allar og og það einhverju sem segja þetta vegna loftslagsbreytinga að ég verð að benda á það að kalt og loft og norðri á þátt í þessu sem kom meðal annars síðan í síðustu viku og spólaði upp svona lítinn hálfótta hvirfil yfir Mið-Evrópu, dró upp raka frá Miðjarðarhafið og Svartahafið þetta líka sem á þátt í þessu, það 2 gráðum hlýrra en það alla jafna og þess vegna rigndi kannski meira að það hefði annars gert þetta veðurfyrirbæri, hvað það sem knýrir þetta áfram að það verður stórrigning í Mið-Evrópu ekki endilega loftslagstengt og reyndar mjög ólíklega en hins vegar að það rigndi heldur meira en það hefði gert við aðstæður fyrir 50 ára síðan vegna þess að Miðjarðarhafið var orðið hlýrra og það gufar meira út úr því sko, upp úr því. Þannig að svona þetta svona bæði og stundum. Ég skil. En sko hvort betra að líta þessi mál of alvarlegum augum hinum mann gera það eingripi og reyna að bregðast við sem skildi eða að vera of kærulaus gagnvart þessu. Þá ekki skömminni skárra að við séum svona að kenna loftslagsbreytingum fleiri hluti kannski? Jú, en við höfum samt sem aðeins að kalla hlutunum bara réttum nöfnum þetta þarf stundum að íta á okkur að taka. Ég gerir mér alveg grein fyrir því. Og en þetta verður allt saman að vera
verður allt saman að vera á réttum forsendum og við verðum í raun og veru bara átt okkur á því að það bara eðlisfræðilegt samhengi á milli þess að koltvísýringur eykst í lofthjúpnum, þetta líka metangas, að ef hann eykst í lofthjúpnum þá leiðir það á endanum til hærra hitastigs lofthjúpsjarðar. Svo getur þetta komið fram á mislöngum tíma eða þetta getur komið fram með ólíkum hætti eftir heimshlutum. Sum svæði eru viðkvæmari en önnur ekki. Og þegar við erum farin að fikta í þessu kerfi, þessu geislunar jafnvægi jarðar, þá getur svo margt annað breyst, far helstu veðurkerfa, það hefur síðan áhrif á hafstraumana og það eru til svona, það búið að skilgreina svona ákveðna vendipunkta, það eitthvað jafnvægi í gangi og ef jafnvægi það raskast, þá dettum við inn í eitthvað nýtt jafnvægi sem getur þýtt það að á einhverjum svæðum að þá rignir meira, á öðru svæðum verður þurrara eða hlýnar og kólnar og svo framvegis. Hvert þitt mat á þeim vendipunktum sem gætu orðið hér og tengjast bráðnun Grænlandsjökuls og sumir sem sagt tengja við bláa blettin og kuldan sem gæti orðið hlutskipti Íslendinga næstu áratugi? Í raun og veru þetta þannig að þegar við tölum loftslagsbreytingar þá þetta ákveðna sviðsmyndir sem við setjum upp og sviðsmyndirnar eru 2 og 3 og 4 jafnvel og svo setjum við líkur á þessar sviðsmyndir og vísindanefnd í loftslagsmálum þessi íslenska sem að skila af sér síðustu skýrslu á síðasta ári 23 að þar sviðsmynd hóflega línun og hún fær hún talin líklegust ef maður þetta alveg rétt og og ekkert nýtt komið fram sem á nei, en svo en það nýja sem hefur komið fram einmitt það að það kannski sviðsmynd sem gerir ráð fyrir því að það hlýni lítið eða það jafnvel kólni þó hún hafi ekki mjög líkleg því menn telja í dag kannski ólíklegri en hinnar, kannski líklegri en þessi sem að gengur lengst það hlýni alveg svakalega mikið að hún ætti allavega að fá umræðu og einhver pínu lítil í líkindi. Það líka bara vegna þess að hún hefði, ef hún raungerðist, þá hefði hún mikil áhrif og það eins og það eins og við tölum veður sem valda miklu tjóni, það hafa mikil áhrif en líkurnar eru kannski ekki miklar. Og en mér finnst umræðan hafi verið að breytast núna undanfarið misseri að menn horfa líka til þessa, en þetta líka ruglar umræðina. Almenningur veit ekki hvort við séum að komið að fara þegar við erum að ræða þessi mál. Það rétt. Þegar að við erum að tala vanda sem að leiði til þess að jörðin hlýnar og loftslagið hlýnar, sjávarborðið hækkar og allskins óáran í heiminum að þá jafnvel kólni á Íslandi. Hvað þetta eiginlega? En þetta í raun og veru sviðsmynd sem við verðum líka taka tillit til og við vitum voðalega lítið ennþá það hvernig þessar hafstraumar haga sér raun og veru. Erum við að rannsaka það nú? Já, við erum að rannsaka það, það þarf að mæla og mælingarnir ná ekkert voðalega langt aftur í tíma því að mælingarnir eru umfangsmiklar og dýrar og við tölum það, svo blandar við þessu öllu saman að tala golfstrauminn, en þetta raun og veru kerfi margara strauma sem eiga uppruna sinn suður í Mexíkóflóa og samspilið þannig að það talað að ein kvíslin að hún veikist og valdi þessum bláa bletti meðan aðrar kvíslar þá styrkjast á móti og ég rak augun í rannsókn sem var kynnt núna í byrjun september þar sem að var verið að fara ofan í saumana á mælingar sem hafa verið gerðar á Flórídastraumnum, þar að segja eiginlega golfstraumi sem kemur á Mexíkóflóa og út úr Mexíkóflóanum og upp með ströndum Flórída og stefnir síðan á Hatterashöfða og þaðan út á Atlantshaf og á 27. breiddargráðu út
úti fyrir ströndum Flórída, þá eru og hafa verið gerðar umfangsmiklar mælingar á straumhraðanum og varmanum sem þessi straumur flytur alveg frá því minnir að síðan 1982, þar við erum komið með 40 ára mælingum. Og niðurstaðan svo að þessi straumur, hann bara óvenjulega stöðugur og stabíll. Já, og það kannski svona mælir gegn þessum kenningum það að Golfstraumurinn sé eða straumkerfi hérna norður eftir sé að veikjast. Já. En eins og hafa verið bent á sko þegar að menn að reyna að herma þessa hafstrauma í líkunum, svona svipuðum á veðurlíkunum og haflíkanir látið tala saman. Þá sjá menn það að þetta jafnvægi sem að á kerfinu, það örgrant. Og það þarf ekki annað en að breyta bara örlít forsendum í upphafsástandinu og þá ferðu úr einu jafnvægisástandinu og yfir í annað. Það má ekki anda á það að sé þetta orðað þannig en hvað þarf til og hvernig það gerist og hvernig loftslagsbreytingarnar hafa áhrif er ekki, við þekkjum það ekki en Stefán Ramstorff hinn þýski sem hefur svona farið fremstur fyrir í hópi þeirra vísindamanna sem hefur talað um bláa blettun og mögulega veikingu að hann talar það að mælingar sýni það að þessi veiking hafi byrjað eða hafist svona í veikum mæli fyrir bráðum öld síðan svona upp úr 1930. Já. Það ekki nóg með að maður veit ekki hvort maður eigi bara setja hettuna upp og kaupa sér þykkri ullarvettlinga en nokkru sinni hvað varðar framtíðina hér á landi þegar maður hélt nú kannski að við myndum njóta þess í nokkra áratugi að skítakuldan á Íslandi myndir bara breytast í sæmilega blíða áratugi áður við förum öll til helvítis, svo ég djóki nú aðeins en heldur eru líka atvinnuvegir þjóðarinnar náttúrulega sko mjög næmir fyrir loftslagsbreytingum og fyrir því sem að gerast í hafinu. Það þarf ekkert mikið að raska hafstraumunum í kring eða sem sagt það er náttúrulega líka bara súrnun sjávar, allt þetta sem að við erum matarkista, við erum með fiskimið sem að byggjast á því að þorskurinn geti gúffað í sig loðnu. Það þarf ekkert að breyta miklu til þess að loðnu, upptökusvæði loðnunar lendi í hættu og þá öll efnahagskerfi Íslendinga í hættu. Hann sagði mér, Halldór Björnsson kortleikinn á Veðurstofunni daginn að sko hann gagnrýndi það að við Íslendingar sjálfur sem þjóð, við erum ekki að rannsaka hvaða áhrif þetta hefur á efnahagslega afkomu þær breytingar sem að það er eina af þessum gleggstu teiknum sem hafa komið fram varðandi lífríki, það er að sko þegar að hafísinn hörfar og það sjórinn hlýnar fyrir norðan þá fer loðnan með og fer norðar og það er svona að minna æti og þessu hefur ekki verið, ég tek undir með Halldór, þessu hefur ekki verið gefin nægilega góður og mikill gaumur sko og við vitum það að það eru náttúrulega sveiflur í hafinu, við vitum það að veiði hefur áhrif en kannski einblínum á þessa þætti en ekki kannski hver langtíma leiknin og við gefum okkur svona ákveðna forsendur og teiknum upp nokkra sviðsmyndir sko en ég ætla svo sem ekki að fara mikið inn í þessi lífríkismál, ég er bara ekki nógu vel að mér í þeim sko og hvaða áhrif þetta hefur eitt og sér eins og súrnun á efnahaginn og eitthvað slíkt sko en kannski frekar að tala það sko hvað í raun og veru sko umræðinu heima sko hvað mér finnst hún vera sko sérkennileg. Það var svakalega mikill loftslagsáhugi hjá almenningi árunum svona 2017 til 2019 og kom með Gretu Thunberg og við munum eftir unga fólkinu sem að stunda loftslags mótmæli verkvöllin og manni fannst eins og hugur fylgdi máli en það er eins og sko hraðinn í samfélaginu, hann einhvern veginn þannig að það er eitthvað sem að fólk var áhuga á í dag og eftir áhuginn komin eitthvað allt annað sko og sumir segja að COVID
hafi drepið í raun og veru loftslagsáhugann og það maður verður alveg var við það eru auknar svona úrtöluraddir í því að bara við getum náð árangri eða við eigum að vera að leggja áherslu á þessa hlut umfram einhverja aðra sko. Og það finnst manni kannski vera slæmt sko. En ég sé það alveg og finn það alveg að áhugi almennings á þessu loftslagsmálum hefur dvínað mikið og hvers vegna það sko. Og það var nú viðtal við formann loftslagsráðs á dögunum og hann sagðist líka merkja aukin úrtölutón bæði svona minni áhuga og líka það að við næðum sko árangri og íslensk stjórnvöld auðvitað búin að setja mjög metnaðarfull markmið til ársins 2040 og lagt aldrei mikið í þau. Það gengur nú ekkert að ná þeim. Nei og ég skrifaði það að mér fyndist sko þessi 150 aðgerðir sem búið að setja á blað, þær eru núna til skoðunar og rýni sko að mér finnst vanta að það séu einhverjar aðgerðir teknar út og svona skilaboð til almennings að á þær eigum við að leggja áherslu með svona daglegum gerðum okkar og þetta er orðið svona óbúðslega víðfemt og margt undir og þetta er mjög margt sem getur gert gagn en stjórnvöld þurfa svona eða aðilar við stjórnvalda þurfa að gefa svona einhvern leiðavísi það hvernig við að ná fram markmiðum okkar og einu sinni skrifa bók loftslagsmál fyrir sem var kennslubók sem var ætluð miðstigi grunnskóla, það er orðið með henni 10 ár síðan og þá var ég einmitt sko að setja upp nokkur atriði sem væru líklega til þess að draga úr losun koltvísýrings og setja þetta alltaf í hendurnar á krökkunum og þau átt að fjalla það og velta vöngum yfir því hvað skilaði mest árangri en hlutin eru nú fljótar og úreldast og ég hugsa þessi kennslubók sé ekki kent nokkuð staðar ennþá en síðan hefur ekki hjálpað upp á umræðana hér það eru deilur á meðal bara vísindamanna og fræðimanna svona bara innanlands það til dæmis hvað sé heppilegast að gera í loftslagsmálum varðandi til dæmis bindingu, kolefnisbindinguna hvort það hægt að skó, hvort það fylla upp í mýrar og menn deila þá inn í það koma allskis önnur sjónarmið, svona einhver náttúruverndarsjónarmið og menn spara ekki stóru orðin þar. Nei. Þannig að svona almenningur að hann vill eiginlega ekki taka þátt í þeirri umræðu og síðan er það sem núna er komið upp með þessa kolefnismarkaði. Já. Þeir eru sjálfur sér nokkuð góðir og hagfelldir upp á það að búa til efnahagslega hvata til þess að beina fyrirtækjum yfir í aðgerðir sem eru hagkvæma fyrir loftslagið að breyta til. En sko birtingamyndin hér hjá okkur er svo að í stað þess að það sé verið að fara í svona ýmsar svona litlar bindingaaðgerðir og það séu svona tiltölulega lítil fyrirtæki íslensk sem að séu að kolefnisjafna sig með þessum hætti að þá eru bara komin hér á finnstmönnum eins og hér séu bara komin erlend fyrirtæki sem ætla að taka náttúru okkar að láni til þess að græða peninga og þetta hefur líka áhrif og síðan erum við búin að nefna þetta með þess að það sé kalla Íslands þverstæðuna að hér á landi þegar að vera að tala um hlýnun heimsins og menn finna hann ekki á eigin skinni að hér upplifa menn kalt sumar og bara einhver leiðindi og spánarhitin mjög fjarlægur ruglar fólk láti í rýminu og síðan er þetta þessi stóra mynd þráttir það að sé búið að vera að tala um loftslagsvandann í áratugi og með auknum og vaxandi þunga þá sér maður bara koltvísýringslínuna hún bara stígur og rís með sama hraða og hún hefur gert síðustu 30 árin og þó svo að menn telji sig vera að sjá einhvern ávinning eða sjá einhverja góða niðurstöðu í því sem er verið að gera þá tala nú bara mælingarnar tala sínu máli og núna til dæmis í ár þá kemur greinilega fram að jafnvel þó að menn hafi
náði að draga úr losuninni með einhverjum aðgerðum í orkuskiptum með einhverju slíku, þá eru bara skógareldarnir sem hafa verið geisað heimsbyggðina síðust ára, ekki síst í Kanada, hafa bara spýtt koltvísýringi út í loftið í miklu mæli sko, og jafnaði þetta út, og það er svona talin helsta skýringin á því að hverju sjáum ekki það að kúrfan sé að flytjast út. Þetta veldur mönnum líka svona ákveðnu vonleysi, getum við sagt. Já, ein getgáta sko gagnvart þessu sem þú nefndir að ég tek alveg undir með þér með þetta, það var meiri vakning, það var meiri umræða loftslagsmál, þannig bæði innan minnar stéttar, innan fjölmiðlastéttarinnar og bara þarna úti, bara á venjulegum heimilum fyrir nokkrum árum heldur niður í dag. Og ein ástæðan gæti verið svo að sko með COVID þá náttúrulega fylgir myrkur, einangrun og dauði. Svo kemur Úkraínustríðið sem hefur áhrif efnahagslega á Íslendinga. Við erum með skelfilega atburði í Grindavík sem að kosta gríðarlega peninga og allt það tengt jarðhræringum, eldgosum og því. Og sko við kannski bara höfum ekki svo mikið þol til þess að taka loftslagsmálin, líta á þau sem alvarlega ógn og reyna að bregðast við því út af öllu hinu. Ég er bara getgáti, ég er að henda þessu á borðið, þetta er algjörlega órökstutt. En sem sagt sko, því náttúrulega hljóta að vera því hljóta að vera takmörk sett hvað við í rauninni getum átt á hverjum tíma við mörg vandamál. Ég veit það, og það er sko, þetta er mikið í umræðun og fólk er að hugsa þetta þessa síðustu mánuði og mín sýn er svo að þú getur ekki varpað þessari ábyrgð yfir á einstaklingin að öllu leyti. Það er mjög einfalt og það hafa menn hafa ríka tilhneigingu til þess að horfa í eigin barm, þetta er okkur að kenna sko. Og sko með þessu er ég ekki að segja það að hver og einn að hann ber ekki sameiginlega ábyrgð gagnvart bara eins og í umræðum önnum samfélagsmál, hver og einn getur ekki skorast undan ábyrgð af því að það sé eitthvað í samfélaginu, það sé aukið hnífaburður og aukið ofbeldi og allt slíkt sko. En í loftslagsmálunum að þá bera stjórnvöld mikla ábyrgð vegna þess að stjórnvöld hafa yfirsýnina og stjórnvöld hafa laga- og reglugerðarvaldið til þess að setja stóru fyrirtækjunum ákveðna skorður þar sem losa mestu og stjórnvöld fara líka með umboð okkar hinna til samningaviðræðna á erlendri grundu. Og þar gætu við staðið dálítið sterkt ef við ætluðum okkur það. Ef við ætluðum að leggja eitthvað til málana þar að þá gætu stjórnvöld gert það. Bæði var það með okkar eigin hagsmunum og síðan bara þessum fjölþjóðlegu hagsmunum og þar eru við ekkert endilega samningaborðið, þar eru við ekki endilega bara einhver lítil 400.000 manna þjóð sko. Þar höfum við rödd og getum náð ákveðnum hlutum fram. Og það hefur svo sem gerst í gegnum tíðina að Íslenska samninganefndina, hún hefur talað fyrir ákveðnum lausnum og að því ég nefndi nú Halldór Þorgeirsson hér áðan, formaður loftslagsráðs, að þá var hann nú í þessum alþjóðasamningum og við borðið í mörg ár og ég held að hann hafi komið ýmsu til leiðar. En sko lítil þjóð sem að losar lítið af heildinni, en losar þó talsvert per mann, að hún getur kannski velt þúfunni eða gert mest gagn. Líka annað sko á þessum alþjóðavettvangi með því að tala skýri röddu sko. Algjörlega. Það var líka annað sem ég rak mig á. Ég vann nú 4 ár hjá Umhverfisstofnun. Ég var upplýsingafulltrúi hjá Umhverfisstofnun. Og sko það komið svolítið óvart þegar ég áttaði mig á því að allt íslenska módelið það gengur út á að skapa hvata. Til þess að þú hegði þig betur sem fyrirtækið einstaklingur. Að refsi sko, það að refsa stórfyrirtækjum fyrir mjög mikla mengun, fyrir brot og allt það. Þetta er ekkit rosalega vinsælt hér á landi eða mikið inn í menningunni. Ég hitti vin minn sem býr í Ástralíu daginn. Hann sagði að Ástralir hefðu verið eins og Íslendingar. Við höfum alltaf að leysa allt með hvötum
þeim væri búið að lærast það í þessum málum að það er bara refsa, það væri það eina sem að atvinnulífið myndi skilja. Það væri það að nýðingarnir, þeir sem eru semst að eyðileggja lífríkið í veröldinni með taumlausri losun, það þarf að gera þeim, það þarf að hemja þá með því að gera þeim dýrt að fara sínu fram. Já, þetta er eitt sjónarmið í þessu og sko, en þeir segja þá á móti sko að meðan er eftirspurn eftir vörunni, þá viljum við selja hana. Jú. Og viljum nýta hana. Þannig að það er alltaf mjög athyglisverð umræða sem á sér staði í Noregi þessi misserinn og hún er pólitísk í eðli sínu. Það sem að Norðmenn eru þetta stór olíuvinnslu þjóð og það er að langstærstu hluti er ríkið með puttan í olíuvinnslunni og þar á sig bara stað sko pólitísk umræða það hvort að ríkið eigi bara að hætta þessu, menn eigi að láta bara tæma þessar olíulindir sem eru núna í gangi og svo bara láta þetta gott heita. Einmitt. Og risastór siðferðisleg spurning. Já, og þarna getur ekki varpað ábyrgðin á vondu stórfyrirtækin. Nei. Heldur það hver og einn normaður, hann þarf að gera það upp við sig. Er þetta eitthvað sem að hvílir á minni samvisku? Er þetta eitthvað sem ég er tilbúin að taka þátt í? Jafnvel þó að það þýðir það að við sem þjóði, að við sem efnahagslífið í Noregi, að það detti eitthvað niður sko. Eða hjaðinni eitthvað stund allavega. Einmitt. En svo sko, þetta er einhvern veginn þannig að við erum öll óalega góð og við erum öll tilbúin að vera ábyrg á þessu sviði, en okkur finnst bara það að það eigi einhverjar aðrir að gera það, hvort sem það er sko ákvæðan annars umhverfi eða sko við Íslendingar, við segjum gjarnan að við séum með svo lítinn hluta af kökunni og við erum búin að hitaveituvæða landið okkar og við vorum búin að draga úr gas- og kólanótkun fyrir einhverjum áratugum síðan og það er að vandamálið er hjá einhverjum öðrum sko. En sko þetta er bara, eins og segja, þetta er bara mál sem fer ekkert fram hjá okkur, en ég ítreka það bara að mér finnst að leiðbeiningar stjórnvalda ættu að vera skýrari. Þetta er allt og mikið, finnst mér, vera í einhverju þoku. Það eru mörg ský á lofti, margir boltar á lofti og maður veit ekki almennilega hverju maður á að kasta. Nei, það er kannski eins með þetta eins og fleira, að mér finnst líka alveg með ólíkindum að Íslands stjórnvöld séu ekki duglegir að taka utan hinn almenna Íslending og veit honum smá huggun vegna ástandsins í húsnæðismálunum og fleira. Og sko það vantar svolítið bara einmitt skýr skilaboð, mér líkur við að segja faðmlag og bara umhyggju, góða fræðslu, markvissa fræðslu og umhyggju. Línan frá stjórnvöldum til almennings, hún verður að vera svolítið skýr til þess að það megi vænta þess að við breytum hegðun okkar í takt við það sem að þyrfti að verða. Já, við getum orðað þetta öðruvísi, lína þarf að vera skýr svo við getum vænst þess að það náist einhver árangur. Akkurat. Já. Ekki endilega til þess að allir breyti sér, en það er bara á þessu sviði eins og svo mörgum öðrum að okkur finnst bara gaman að því að deilum hlutina og láta á reik á reiðanum og segja að þessi leið sé heppilegri en einhver önnur. Og það hefur stuðað með sko oft í þessari loftslagsumræðu að henni mestu umhverfissinnar á sviði sko náttúruverndar, að þegar að kemur að einhverju loftslagsmálum, einhverju aðgerðir loftslagsmálum sem að skarast eða stangast á við náttúruverndina, að þá verða mjög erfiðir svona hugafarslegir hagsmunaárekstrar. Er það tala vindmyllur? Ég meðal annars að tala þær, en líka bara það að til dæmis lítil vatnsaflsvirkjun sem myndi skapa okkur orku í orkuskiptin, að hún veldur miklum deilum. Og það er eiginlega alveg sama hvað það gerir í orkuöflun, að það skapar allt saman deilur og kæruferlið er nýtt til hins ítrasta sko. Jafnvel smávægilegs sjónræn áhrif
komi í veg fyrir umhverfislegan ávinning? Já, ég segi bara það að hérna sko uppstöðulón sem bara eins og fallit stöðuvatn að það eru þetta breyting á ásýnd landsins sem gæti aukið orkuöryggi eða skaffa ný orku sko að jafnvel það sko það veldur deilum og svo er sveitafélögum komin inn í þetta líka og það voru orðnir aðrir pólitískir hagsmunir heldur bara náttúruvernd. Þannig að það er sko það veitir manni svo sem ekki eigur manni ekki bjartsýni að sjá sko allar sko deilur út af öllum mögulegum hlutum og nánast út af öllu og að þessi ég held að þetta sé nú bara sér Ísland sko að geta ekki greint sko aðalatriðin frá því sem mestu máli skipti frá hinu sem eru minni hagsmunir en ég veit að leið og ég segi þetta þá er ég gagnrýndur fyrir að halda svona sjónarmiðum á lofti vegna þess að menn telja það að einmitt það sem þeir standa fyrir að það séu hinnir eiginlegu hagsmunir á endanum. Mér dettur í hug að þetta geti tengst í hvernig þú talar við þína þjóð sem stjórnvald. Það getur verið. Að sko, ef þú nærð að skapa traust með þeirri aðferð sem að sýnir virðingu, alúð, hlýju, þú ert með góð rök. Þetta er til dæmis eins og með Seðlabankann. Ég held að ef Seðlabankinn væri ekki fastur í 9,25 þá væru margir hér tilbúnir að breyta hegðun sinni til þess að minnka verðbólgu bara vegna þess að það er þá einhver að hlusta á þig. Það má vel vera. Ég ætla nú svo sem þú hefur skoðan það svo ekki að blanda mig inn í þá umræðu en í sjálfu sér sko þá hef ég í raun og veru hef ég ekkert voðalega miklar áhyggjur af ég held að sé mjög margt að gerast í heimsbyggðinni varðandi það að ná samdrætti í losun og við munum á endanum sjá kúruna flytjast út og fara niður á við sko ég bara skynja tónin í umræðunni á alþjóðavísu þannig ég hef hins vegar áhyggjur af því að Íslendingar sé ekki að ná sínu loftslagsmarkmiðum og sínum alþjóðlegu skuldbindingum en sko þær skipta okkur máli en sem betur fer eru það lítil að það skiptir ekki máli í stóru myndinni en auðvitað eigum við að standa við okkar skuldbindingar. Einar, má ég kalla þið til síðar til þess að ræða vind, lofthita, rigningu? Við höfum ekkert farið í það Nei, við fórum í aðra línur, stærri línur núna. Kannski. En það verður gaman að fá þið seinna til þess að að við færum í aðeins kannski veraldlegri umræði. Sjáum hvað setur. Kæri þakkir fyrir komuna, Einar Sveinbjörnsson. Já, takk. Ég held við séum eftir örstutt skilaboð að fara að velta fyrir okkur hávaða. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.